Komiði sæl og verið velkomin í klefann. Í klefanum þá talar allt íþróttafólk sama tungumáli. Markmiðið að finna leiðir til að bæta árangur. Gefum Silju Úlfars orðið. Komið sæl og velkomin í klefan. Og fyrst ætla ég bara að þakka ykkur fyrir að hlusta. Það er ótrúlega gaman að sjá hvað hlustendahópurinn er alltaf að stækka. Mig langar að hvetja ykkur til þess að finna klefin.is á Instagram og skella í follow, en þar sjáum við hvað fullt af íþróttafólki úr mismunandi íþróttagreinum er að gera, en þú veist, auðvitað er alltaf gaman að sjá svona hvað okkar topp íþróttafólk er að gera, þú veist, í hinum ýmsum íþróttagreinum. Einnig, þá langar mig bara að hvetja þig ef að þú lumar á einhverjum sniðugum viðmælanda sem tengist íþróttum og ætti heim í podcastinu í viðtali, sendi mér þá endilega skilaboð bara í gegnum klefin.is og Instagram. En við skulum vinda okkur í þáttinn. Hjá mér er Hafdís Sigurðardóttir, Akureyramær, hjólreiðakona og bara hjólreiðakona Íslands 2023, er það ekki? Jú, passar. Árin á undan líka eða? 2022 líka. Já, grunaði það. Hún er hérna sérst hjá mér, vertu velkomin. Takk fyrir. Herði, ég er með hérna hjá mér Íslands og bikarmeistari, mitt hjólreiðakona Íslands, Íslandsmeistari í tímatöku og hjólreiðum og bikarmeistari í tímatöku 2023. Já. Þetta er bara frábær árangur. Hvernig er hjólasportið á Íslandi? Er mikið að vera? Það er kannski svona aðaltíminn hérna á Íslandi er júní. Þá eru hérna stóru mótin sem eru hérna Íslandsmeistara mótin. Og svo erum við með svona 3 bikarmót í götuhjólreiðum og tímatöku. Svo eru þetta fjallahjól og hérna svoleið sem ég hef ekki verið að keppa í. Nei. Og hérna Á það inni? Já, á það inni, já. Það ekki? Ég segir endur í svona gömul í það, sko. Ég byrja í sportinu of seint til þess að hafa hugrekki í þetta. Já, ég get alveg ímyndað með það. Þannig að, hérna, já. En hérna, hún sem sagt situr hérna hjá mér, við erum að taka þetta upp á sunnudagsmorgni. Hún er í hjólagalunum og þið getið séð það á YouTube-unu. Hún kom bara hjólandi með bara á svaka hjóli. Já, bara nýta þetta veður. Ég er búin að vera í svo ömurlegu veðri fyrir norðan og hérna. Já. Það var mjög gott. Glampandi sól. Já. Sól hér hérna á Suðurhorninu. Herðu, þú ert búin að vera að nýta þér að samfélagsmiðluna klefans. Já. Bara þegar ég sá þetta, þá bara fannst mér þetta svo ótrúlega frábært framtak að hérna, og bara þess að halda svona vefgangandi, þá þurfum við íþróttafólki að taka þátt og hérna gera þetta lifandi. Já. Þannig að ég bara stökk strax á vagnin og hérna, og sá líka bara að hérna, að þetta var líka að skila sér fyrir mig. Okay. Þú veist, ég hérna, að vera íþróttamaður á Íslandi, þá þarf maður bara að vinna vinnuna sjálfur og vekja athygli á sér og hérna, og það bara gerði það. Já, ég setjum þetta þannig upp að Instagram sem heitir klefin.is og fólk getur takkað bara sig og æfingum og bara eitthvað tengt íþróttum og svo er þetta að gera sem sagt collaborator, þá birtist myndin á þínum vettvang og sem sagt klefans. Og ég veit nefnilega að allan einhverjir fjölmiðlar eru einmitt að fylgjast með þessu og hérna, ég sé einhverja fréttir af þér eins og þú hefur bara farið í viðtöl. Já, og hérna, og það er bara ótrúlega skemmtilegt og hérna, og það var alveg þannig fyrst að ég var alltaf bara eitthvað, nei, ég meina, þú veist, ég held að þetta var ekki mikilvægt. Nei. Og hérna, en það er bara sérstaklega að maður er í litlu sporti og maður, þú veist, maður ætlar að vekja athygli á sér og fá styrktaraðal og svona, þá skiptir þetta bara miklu máli. Ég vil alls ekki tala um mig sem, hérna, og ég er alltaf eitthvað voða, bara ég er ekki mitt samfélagsmiðla stjarna og hérna, en þetta bara svona er raunveruleikinn í dag og hérna, og mér finnst líka bara ógeðslega gaman, þú veist, ég er sjálf bara að fylgja ótrúlega mikið af íþróttafólki og finnst bara ótrúlega gaman að sjá frá þeim, þannig að þú veist, að hver ekki að gera það sama. En ég er reyndar bara mjög óskipuleg og gerir stundum mikið og stundum lítið og bara, þú veist. En þú veist, þannig á það líka bara að vera. Mér finnst einmitt svolítið svona gaman að maður er að kynnast fullt í íþróttafólki hana og þú veist, ég hugsa þetta svona sem, þú veist, allt íþróttafólk saman hvað íþrótt og ert á töluvel sama tungumáli, við erum alltaf að tala um algjörlega, sko. Veist, sama, næringu, styrki, æfingar og allt þetta.
Ok, time out, býða aðeins, áður en við höldum áfram þá ætla ég að fá að þakka samstarfsaðilum Klefans fyrir. En við erum komin með nýjan samstarfsaðila, við ætlum að bjóða Lemon, bara hjartanlega velkomin í Klefafjölskylduna. En í Lemon þá finnurðu samlokur, djúsa, próteindrykki og svo eru engiferskotin, þau eru í miklu uppáhaldi hjá mér. Svo ég hveti ykkur til þess að kíkja í Lemon því að við erum alltaf að huga að næringunni. Og talandi um næringuna, Hafið fiskverslun, þar finnur einmitt hollar fiskmáltíðir fyrir fjölskylduna, en fiskur er með góða fitu og prótein sem er klárlega sem að við þurfum öll og allt íþróttafólk eða allt fólk sem er á hreyfingu. Þannig að Hafið fiskverslun, það eru 2 verslanir, endilega kíkið á það, en við þurfum líka að vera fabulous þegar við erum að hreyfa okkur og þá er bara mjög sniðugt að kíkja í útilíf. En íþróttaveru verslanir útilífs eru einmitt í Kringlunni og Smáralind, en þar finnur þú föt frá fjölmörgum íþróttamörkjum. Hvort sem þú ætlar að æfa, þú veist, inn eða úti eða bara kósí fatnað, þá kíkjum við í útilíf. Gút, þau eru með hollari valkost fyrir okkur aktífa fólkið og laumusælkerana. Ég bara hvet ykkur klárlega til þess að kippa einni gút-vöru og finna bara munin. Hann er allavega mikið sykurminni, ég get sagt ykkur það. We like that. Síðast en ekki síst ára heilsuhillan frá Artasan, en við Hafdís erum með báðar að taka Nutrileng. En við ætlum svo sem að ræða það betur á eftir, en núna skulum við bara vinda okkur í þáttinn og heyra meira frá Hafdísi. Gerðu svo vel. Herðu, en hvað gerir Hafdís? Herðu, mér finnst rosa gott að vera með marga bolta á lofti og held ég hef aldrei verið bara í einni vinnu. En í dag þá er ég sem sagt stöðvarstjóri á líkamsræktarstöð sem að Akureyrskri stöð. Ég er með fólk í hjólaþjálfun, ég held sundnámskeið fyrir lítil börn, ég er að vinna hjá ITS Makros, þannig að ég er svona, já. Allt í heilsugeiranum? Já, og er náttúrulega með menntun í því, ég er með BS í íþróttafræði og diplómi í lýðheilsuvísindum og bætti svo við með kennararéttindum og ég var að starfa sem kennari, en ákvað að setja það á smá pásu, svona meðan að ég væri að vera all inn í hjólasportinu. Og þú ert börn? Já, 2 börn. Já, 2 börn, einmitt. Það er bara nóg að gera og það er nú eitt og ok, þannig að þú ert að gera allt þetta og svo ertu náttúrulega að hjóla á fullu, þú veist, hvað ertu að æfa mikið í viku? Ég man nefnilega, þú veist, það var ofta eitthvað að vera að tala um að training-peaks að vera 10 klukkutíma á viku eða eitthvað svona. Sko vikunar eru aðeins misjafnar hjá mér, en ég er svona kannski svona 12 til 20 tíma, oftast kannski í kringum svona 14-15 á hjólinu. Svo koma stærri vikur sem að sem ég reyna að ná fleiri klukktímum, bæði náttúrulega ger ég það þá erlendis, eða þá veit ég að langt fram í tíman og er búin að skipuleggja mig þannig. Og yfir vetrartíman reyni ég svona að vera 2 í viku að lyfta. Og svo bara allt þetta, þú veist, ég fyrir sjúkraþjálfun einu sinni í viku. Ertu með fastan tíma? Já. Já, ég gerði það alltaf líka. Mér finnst það mjög sniðugt út af því að það er svo erfitt, þú veist, svo meiðist maður og þá þarf maður, þú veist, þá kemur eitthvað bið. Maður þarf eiginlega alltaf að geta hoppað inn. Ég ætlaði ekkert að vera með fastan tíma. Hún bara, sjúkraþjálfarinn bara, jú, þú ert með fastan tíma. Þegar veitir ekkert að því. Ég reyndar að díla við meiðsl og það var kert á mig fyrir, meira en ári síðan. Þannig að ég þarf svona að halda mér svolítið við og fer til hennar og hún er svona aðeins að... Hvernig meiðsl er það? Herði í öxlinni. Það var kert á mig og ég lendi á henni, þannig að ég bara, Ok, og hvað gerir þau til þess að hjálpa með öxlina? Sko, hún er aðalega með mig í meðferð, þú veist, í nálastungum, nutti og einhverju svona með einhver tæki á mig, bara þess að halda mér hreyfileikanum og stífnar þessu upp. Svo ger ég æfingar sjálf. Ok, og tekur okkur fæðubótaefni eða? Já. Var þetta lúmst? Já. Og sko ég svona hafði ekki trú á þessu vest. Nei. En svo var mér boðið samstarf með Nutrileng. Og því mér fannst mér, þú veist, mér er ekkert neinstaðar illt. Nei. Þú veist, ég hef aldrei verið í íþróttum sem eru eitthvað högg einhvers staðar eða eitthvað svona og bara fattaði einhvern veginn ekki að þetta myndi
hafa áhrif. Nei. En þú sem það tekur Nutrileng, já, og þess að segja, ég var alveg lengi að átta mig á því að já, herðu, ég er bara betri í öxlinni og ég er hætt að vera svona þegar ég ligg upp í sófa á kvöldin, var alltaf svona, gat ekki verið með fæturnar bognar, ég var oft svo þreytt í hnjánum og eitthvað svona bara, þú veist, en ég held bara, já, maður er alltaf, þú veist, undir álagi, maður er alltaf þreyttur og það er svona, þú veist, maður oft kveikir svona einhvern veginn eftir á. Já, ég nefnilega tekið þetta líka og þetta er þetta samstarfsaðal klefans, en þessna vildi ég fá þig til að segja. En ég mitt finn mun, ef ég gleyma að taka þetta í, þú veist, nokkra daga, þá allt í einu finn ég mér illt og ég er með slit undir annað hnéskelinu, þá finn ég mér illt að labba niður stigann. Já. Og eitthvað, þannig að mér fannst ég mitt ekkert finna endilega mun fyrir en ég fattaði sko bara, já, ok, þú veist, ef ég gleyma að taka þetta, þá finn ég munin. Já, ég var ótrúlega lengi bara, já, sjáum aðeins, svona þegar þau höfðu samband við mig, sjáum aðeins og að því að þú veist eins og ég, svona, og bara, já, ég var ekki alveg viss hvort þetta væri eitthvað fyrir mig að því eins og segi, þú veist, það er ekkert að mér, hugsaði ég alltaf. Já. En svo finnst mér líka bara, við gleymum ofta að hugsa bara þetta fyrirbyggjandi. Já, sem er svona eins og með sjúkraþjálfaran, hann einu sinni viku. Já, og þetta náttúrulega virkar líka þannig. Já. En út og sagður þú gerir styrktaræfingar, þú gerir það ekki á sumrin, bara leggja bankuna veitnar. Sko lyftingarna sem slíkar er ég bara yfir vetartíman. Já, og hvað gerur? Hvernig lyfta hjólreiðamenn, hjólreiðafólk? Sko ég ég tek svona alliða, mikið bara kvið og bak og svoleiðis. Svo er ég aðalega í svona þungum, hnébeygju, réttstöðu og þannig æfingum. En það er líka skilar vöttunum í hjólinu? Já, ég er náttúrulega svona, þú veist, ég er algjör endurance hjólari og því lengra því betra. Ég hugsaði svona bunny, ég held alltaf að segja það. Já. Endurance bunny. Já. Mér vantar oft svona snerpu og svona þannig styrk, þannig að þannig að það er svona, þú veist, ég er aldrei að fara að vera sprettari og en svona maður svona að reyna, að reyna að gera eitthvað til þess að koma því inn eins mikið og getur. Já. Og hvernig er, þú veist, veturnar, þú veist, ég veit þú ert inn í skúr á hjóli, þú veist, hver er að þjálfa þig og hvernig fer þetta allt svona fram? Ingvar Ómarsson er að þjálfa mig og ég er búin að vera hjá honum, þetta er 4. árið mitt held ég. Já. Og allar æfingarnir mínar koma inn í forrit sem heitir Training Peaks. Já. Og það er bara synga við bara Garmin tölvuna mína og Þú ferð ekki með í gegnum Swift og horfir á eitthvað? Nei, ég er eiginlega fullorðnari en ég. Já, ég er bara engin Swiftari og hjóla bara eiginlega aldrei þar í gegn. Okay. Ég er bara með Garmin tölvuna mína og þar sé ég þú veist hvað ég á að vera í langan tíma í intervallinu og vötti mín og... Já, þannig að þá sérðu, þú veist, í eitthvað 30 sekúndur átt að vera í 400 vöttum eða þú veist eitthvað svona og svo ert þú bara að tjekki þá bara, þetta er svona svo tölvuleikur. Já, og mér finnst það bara alveg nóg þegar ég er með, þú veist, einhverja æfingu og það er bara, þú veist, það er bara að gera þann tíman sem ég er að, þú veist, fylgja einhverju. Þegar ég er að taka bara svona lengri, rólegri æfingar, þá er ég rosa mikið bara að horfa sjónvarpið, sko. Það ekki? Já, bara horfa á þætti og myndir og... En þá ertu samt líka á einhverjum ákveðnum vöttum, eða ekki? Jú, þú veist, þá er maður með svona kannski eitthvað bil. Þá er ég kannski að halda, þú veist, einhverju vattabili, svona sirka, en svo líka bara þegar maður er fann að þekkja sig ótrúlega vel, þú veist, þetta eru rólegar æfingar, þá bara fer maður það líka eins eftir tilfinningu. Já, og fyrir þau sem að kannski þekkja ekki, þú veist, vöttin eru raun og veru krafturinn sem þú ert að setja í og þú stjórnar því með því að skiptum gíra og þess að það, þú veist, þannig þá er þetta svona eins og brekka, þá er meira vött upp brekku. Akkurat. Og þess að það. Og maður rauninni, sko, maður veit þetta vattabil, maður tekur test og allan æfingarna manns, þú veist, ef mínar fara sem sagt, eru reiknaðar út frá þessu testi. Já, auðvitað, þú veist, þeir eru ekkert, tvær ólíka manneskir eru ekki einmitt með það sama. Nei. Ok, en þú ert ekki sviftari. Við erum ekki að tala um Taylor Swift. Nei, einu skiptin sem ég er á Swift er þegar það eru svona einhver mót, þá mæti ég. Já, þetta reykist í. En já. Já, en Strava. Já. Eru þið bestu, eru þið að nota Strava?
Já, ég set allt á Strava og Strava er bara svona ótrúlega skemmtilegt samfélag. Ég er samt, mörgum finnst ég ógeðslega leiðilega á Strava því að þú veist, ég skýri ekki rætin mín og ég set ekki myndir en eins og Matís! Sko, ef ég á að vera að fylgjast meira með þér að strafa, þá þarf ég bara að fá myndir og eitthvað skemmtileg heiti. Ég hugsaði í desember, ég seti mér áramóta heit, en á heilu ári, svo hugsaði, nei, þú nærðir svo aldrei. Ekki raunhæft. Þetta er ekki raunhæft. Strafa þetta er svona appelsínugult forrit sem að, ég myndi segja, væri svona eins og Facebook hreyfingarfíkjursins. Er það ekki? Jú. Og þar setur fólk inn og það er nefnilega Garmin-úrin og einhver fleiri úr örugglega og allt svona geta hlaðið æfingunum þarna inn og þú veist, fylgist þið með hver annar, ertu stundum að skoða bara, hún fór að hjóla eða þú er kannski, ég nenni ekki að fara að hjóla og ég sé að þú náttúrulega fylgir bara æfingaprógrami. Já, ég fylgir bara æfingaprógrami, jú, maður skoðar þetta alveg og maður einmitt, þú veist, og það er bara, þú veist, þú skoðar hvað er að gera og svoleiðis sko og ég er reyndar, þú veist að það er alveg margir sem eru algjöru svona, sem maður segir, strafalöggur. Ég er ekki alveg þar. En mér finnst rosa gaman samt að fylgjast með öðrum og Já. Ég get alveg ímynda mér að sumir eru fylgjast vel með. Já, og sumir er líka bara að hafa meira áhuga á að greina eitthvað og skoða eitthvað svona dót. Ég er ekki alveg þar. Nei. En á sumrin? Já. Ok, nú náttúrulega ekki sumar fyrir norðan. Nei, ekki snjór? Alls ekki, jú, það er bara hræðilegt veður. Ok, þannig að þú ert allan hérna fyrir sumar. Já. En þú veist, æfingar til dæmis þá, þegar ég get ímynda mér að það séu brekkusprettir og eitthvað svona þess aftar og þeir eru að ná þessum vöttum, þú veist, segir Ingvar þá, þú veist, talar hann einhverja ákveðna brekku eða þú veist. Nei, ég bara rauninni er bara búin að finna, þú veist, fyrst þegar ég var að fara eftir svona prógrami, þá var maður svona smá tíma að finna út, þú veist, hvað er best að gera þessa æfingu og þessa, en nú er ég náttúrulega bara búin að vera svo lengi í þessu og þú veist, ég bara veit hvaða staði ég fer á eftir hvernig æfingin er. Ég er langt mest í Hlíðarfjalli í svona intervall. Guð, það er hræðilegt fjall til æfi. Það er besta fjallið. Já, það er þetta að gera eiginlega, já. Þú veist, ef ég er að taka svona intervall er að halda, þú veist, hárri ákefð í einhver x mínútur og svo rólegt á milli, þá er ég rosalega mikið þar. Ok. Ef ég er að taka svona lengri tempo og threshold keyslur, þá er ég bara inn í Eyjafjarðarsveit. Viltu útskýra fyrir mig threshold? Þá svona við skiptum þessu upp í 5 æfingasón og þá er 1 léttasta, 5 er erfiðasta og þá svona, þeir eru svona 3-4. Ok. Og er hann þá að segja bara eitthvað, þú veist, 20 mínútur í þú veist, þá er kannski zón 3 eða eitthvað? Já, þá er kannski einmitt æfingin 3-20 á zóni 3 og þá er það eitthvað ákveðið vattabil og svo er kannski 5 mínútur á milli. Þetta er náttúrulega mjög tímafrekt sport. Þetta er rosa tímafrekt og eins og margir, þú veist, sem að og maðurinn minn var ótrúlega lengi að fatta það, þú veist, æfingin er kannski 2 tímar og bara ef ég þarf að stoppa og, þú veist, pissa, þá íti ég að stoppa á tækinu. Og þú veist, þá er ekki þessi 2 tímar að líða, þannig að það er alltaf örlítið lengra. Örlítið nei, það er, þú veist, og svo allavega, þú veist, fyrir okkur hobbyhjólarana, þá náttúrulega förum við á kaffihús og fáum okkur kaffi og snúð og eitthvað, þú ert kannski minna í því. Ég er minna í því og það er ekki alveg af mikið svona það samfélag fyrir norðan og ég held að það sé líka bara, þú veist, við hjólum eiginlega aldrei innanbæjar. Nei. Þú veist, við erum að fara út úr bæ, eða þú veist, þetta er svona, þetta er bara öðru vísi. Einmitt. En þú veist, út að ég sagði snúð. Næring. Já. Er ég veit þú ert í vinna hjá ITS Makros, ég veit þú ert aðeins að fylgja því og þá eru þau sem sagt, Makros, ITS Makros, það er sem sagt þannig að það er búið að reikna næringaþörfina fyrir þig og þú ert bara svolítið aftur að púsla og fylgja svona mikið kolvetni, prótein og fita og ég myndi verið að nýta mér ITS Makros og mér finnst þetta alveg frábært og skemmtilegt samfélag. Ertu með svona mismunandi orkuþörf til dæmis á veturnar og sumrin? Sko ég er alltaf með svona eitthvað base, ég fann að náttúrulega bara þekkja mig ótrúlega vel, þannig að ég er alltaf í svipuðu magni af próteinum. Kolvetnin svolítið svona eru að fara upp og niður bara eftir hvað ég er mikið að æfa og hvað ég er að gera. En í erfiðari vikum ertu þá að borða meiri kolvetni? Já.
og og stundum bara maður alveg, þú veist, þegar maður æfir svona svakalega mikið, þá ég oft bara þú veist, ég oft bara að borða þó mér langi ekkert að borða, sko. Nei, Bara til þess að hafa einmitt. næga orku, sko. Og það svolítið makrosið. Þú veist, það alveg bara, maður oft nefnilega, Já. yfirleitt kemst það upp fólk að þú veist, það bara hreinlega ekki að borða nóg. Já. Og ég, þú veist, maður var að reyna að ná alltaf 0,00 sko, próteinkolvetni Já. fita. Og maður var klukkan 9 á kvöldin að búa til einhverja próteinshake og bara, og með þetta fiti, ég ætla að setja kókosolíu hér og eitthvað, þú veist, maður var að reyna að tjekka í þessi box. Ég kannski ekki alveg, þú veist, alveg þar. Nei. Að af því að, þú veist, ég líka bara, þú veist, ég var líka löngu byrja að pæla í þessu áður en ég byrjaði hjá þeim, þannig lagað, sko. Einmitt. Og bara líka alveg þannig upp að, pæla í næringu og að hafa næga orku fyrir allt sem maður að gera. Einmitt. Og og ég hlægi mitt alveg ofta að því að það bara einn einstaklingur í mínu lífi sem hefur áhyggjur að ég borði ekki nóg og það þjálfari minn, sko. Að það? Já. Ok. Að þetta bara, þú veist, og það eiginlega allir sem að byrja að æfa svona mikið í hjólreiðum, þeir lenda á þeim vegg að þeir ekki að borða nóg. Borða nóg. Já. Þú veist, þetta bara það langar æfingar og... Já. Herðu, en ég talandi næringu. Já. Ég með smá handaðir. Við ætlum að skála. Ég var sem sagt að byrja nýju samstarfi með Lemon. Ok. Og þetta ein af mínum uppáhaldsvörum. Það engiferskot. Ok. Og þegar ég var að vinna í símanum, þá var yfirleitt uppáhaldstími dagsins, það var að fara niður í engiferskot. Mér finnst þetta svona freshing. Já. Þannig að við ætlum að skála. Það skáli bótt bara eða? Allan að hálfa, þetta alveg... Þetta svolítið stórt. Herðu, ég held þetta sé allan að helmingu núna, ég var skál. Já, skál. Já. Þetta finnst mér allan að vera svo ógeðslega refreshing. Mér finnst það svo gott að bragða þið, sko. Vá, hvað það var stærkt. Já, ekkert smá. Vá, nú fær bara munnvatnskirtlarnir á fullt. Já. Ég elskar samt sítrónubragðið af þessu líka. Já, það eiginlega nauðsynlegt að hafa það með. Vá, þetta svona hlýtur að drepa kvef. Já. Vá, erum við ekki eins og nýjar? Heldur betur. Lemmonskotin, sko. Það alltaf þetta. Herðu, en ég var að fara hans í hjólreiða keppni. Já. Sko, út af því að þetta svo fjölbreytt, náttúrulega. Þetta tímataka til dæmis. Getur þú útskýrt það aðeins? Já, tímataka semst þannig að við erum á sérstökum hjólum sem að eru með svona aerostýri sem að liggur á. Já. Það enga bremsur en eitt þar. Heldur, þar þær á stýrinu. Já, ég hugsa bara, Já, og maður má vera semst með öðruvísi gerðir eða runni dekkin. Já, er það ekki þegar það svona fyllt inn í hjólinn? Jú, afturgjörðin runni fyllt og maður má líka vera með svona öðruvísi framgjörð og þetta runni bara hjóli verður meira aero, þess að maður runni brýtu vindin betur og keppnin yfirleitt stuttar keppnir. Já. Hérna í Íslandi þetta svona kannski 22 til 28 kilometrar. Já. Og svo starta sem bara einum keppanda í einu. Já. 30 til 1 mínúta á milli. Og það 30 sekundur. Já. Ég var alveg 30 mínútur. En komin í mark. Já, sem starta bara einum í einu. Já. Og það bannarinn að nýta sér skjól frá öðrum keppendum. Þannig ef þú ert að taka fram og þú þarfst að fara til hliðar, fara fram úr honum og Já, og þá hægir hinn væntanlega aðeins á sér að allan að vera að passa eitthvað bil, eða ekki? Jú, en maður yfirleitt bara fer til hliðar og það gerist yfirleitt fljótt. Já. Og já, það tímataka. En það þegar þeir eru með svona hjálmus og svona aliens. Já, þá er maður líka með hjálm svona sem maður verður meira aero, þannig að vindurinn. Já, þannig að vindurinn svona fari, þannig að maður komist hraðar. Svona eins og sæðisfruma. Já. Já. En skiptir máli að vindurinn sé, þú veist, framan eða aftan eða hlið eða eitthvað svona eða? Þú veist, þú ferðu þetta hraðar ef að vindurinn kemur aftan á því, þú veist, þá ertu með meðvind. En þú veist, en ef það var hlið, því ég oft sko að hugsa þegar út af dekkin fyllt. Já.
þú veist, grípur það þá ekki meira í? Jú, það er alveg hræðilegt að vera á þessum hjólum í hliðavindi. Já. Og En eru þið þá kannski bara, ok, ég er fara að keppa í þessu, þú veist, ég ætla bara að taka þetta dekk af því að hlíðavindurinn er svo mikill eða... Nei, Nei. ef að það er mót, það er bara með... Já, þetta er græðnar. Þetta eru græðnar Já. og náttúrulega bara, þú veist, eins og, þú veist, ég er að fara að keppa á morgun, ef það mót, þú veist, var frestað síðan í seinustu viku bara út af aðstæðum, þú veist, það var bara ómikil vindur og það svoleiðis. Tímataka. Og það er tímataka, já. Þetta Íslands part... Þetta er til hluta byggar mótaröðinni. Það eru 3 byggarmót og maður fær sem stig í hverju móti. Og hvar er þetta haldið? Þetta er á Vogum. Já, þetta er þar. Ég var ekki hvort þið væri í Krísuvík en vegurinn er svolítið leiðilegur þar. Já, það hefur ekkert verið haldið tímót þar síðan að ég byrjaði að keppa í þessu. Ok. Ég var aðeins undan þér. Já, ég man nefnilega þegar þú varst að byrja og ekki miskilja ekki halda að ég hef verið einhver svona hjólari, sko, alls ekki. Ég var algjör hobbyhjólari og búin að fara einu sinni núna í ár. Já. Það er þannig. Herðu, en road race keppninar, því mér finnst þær svolítið skemmtilegar. Já. Og þær eru oft svolítið spennandi. Það er alveg bara allt annað. Þá störtum við bara í hóp. Já. Og þá náttúrulega líka vegalendi lengri hérna á Íslandi, er þetta kannski svona 80 til 100 kilometrar. Já. Og svo er það bara keppni hver kemur fyrstur í mark. Já. Og það er auðvitað bara alls konar sem gerist á leiðinni, fyrir líka náttúrulega bara eftir brautinni. Svona almennt í hjólreiðum þá er fólk að keppa saman í liði. Þetta er rauninni svona í útlöndum er þetta hóp. Allir í sama galla. Já, allir í sama galla og það er verið að hjálpa stað að koma einum úr liðinu fyrstum í mark. Ok. Kannski í kvennaflokknum hér við erum kannski ekki alveg komin svo langt og það er líka kannski bara út af smæðinni. Já. Það eru náttúrulega ekkert eitthvað ógeðslega margir þú veist að keppa á einhver háu leveli Nei, alls ekki og en þú veist það er alveg einhverjir svona sem eru liðsfélagar og þetta hefur alveg verið breytilegt og það er alltaf gott að vera 2-3 saman í liði til að hjálpa stað að brjóta vindinn og gera árásir og svo leið, sko. En núna eru þið, sko, ekkert margar til dæmis stelpur, þú veist, þið eru alveg svolítið svona flott gengi af góðum hjólastelpur. Já, algjörlega. Og þú veist, eins og í svona mótum, þú veist, eru það að plotta gegn hver annari eða svo er þið náttúrulega nokkur frá Akureyri, hvernig veljið þið bara eitthvað, já, þess að koma fyrst í mark, þú veist, ég myndi alltaf vera bara ég. Já, sko... Það fer náttúrulega bara, eins og segi, þú veist, ég er ekki í neinu liði núna. Þú veist, við vorum 3 ár saman í liði, það er ein er svona hætti svona keppnis og ein ólétt og þú veist, og svo kannski þarf þetta ekki, þú veist, þú þarft ekkit endilega lið á Íslandi til þess að vinna af því að við erum það fáar. Og en svona... ef þú ert lið, þú veist, þá fer þetta náttúrulega bara eftir líka brautinni og hvernig keppnið þróast, þú veist, ef að til dæmis bara þegar við vorum 3 ár saman, ég, Silja og Freyja, þú veist, ef við komum allar saman í endamarkið, þú veist, og þá var eðlilegast að Silja, maður myndi gera ráð fyrir að reyna að láta hana vinna því að hún er miklu meiri sprettar en ég. Já, svona endaspretts. Já. Ef að það eru brekkur og þannig Ok, en hvernig þú veist hvernig látið þið hana fattur vinna, þú veist ég hugsa bara út af því ég kem líka úr hópi þú veist, ég ætlaði bara, þú veist, að vera að tækla þig eða eitthvað, þið ætlaði ekki að því en þið eru að kljúa vindin fyrir hana. Já, og þú veist og bara segja eins og svo að að við væri í liði og við ætluðum að koma bara einhverja ákveðni í mark og þú veist, ég ætlaði mér ekki að vinna þá er ég bara að gera meira allan tíman í keppninni þú veist, ég er að kljúa vindin, þú veist, ég er kannski að gera árásir, þú veist, taka svona stuttaspretti, þreyta aðra og svoleiðis, þú veist, og ég er ekkert að hugsa um það hvernig ég er í lokin. Nei, þú ert bara að vinna verkefni á meðan. Já, og leyfa liðsfélaganum þá að vera með aðeins þægilegri keppni svo hún eigi inni fyrir endasprettinum. En svo þegar þið eru að kljúa vindin, þú veist, það er alltaf þetta svona rót, þetta er svona keðja eða svona, þú veist,
þá sú sem maður tekur endarspretti, en fer hún líka fremst í keðjuna eða eru þið tvær bara alltaf fyrir framan hana að skýla henni? Þú veist, í útlöndum Já. það þannig, Einmitt, já. en ekki alveg á Íslandi. Nei. En ok, en núna ert þú ekki í liði. Nei. Og þið eru, þú veist, það þú og Bríett og þið fóru þarna 5 til dæmis út daginn. Þú veist, farið þið inn í hjólmót og eru þið kannski bara, heyrðu, eigum við að vinna saman til 60 kilometra eða, þú veist, er eitthvað, eru þið bara allar olbúas alla tíma? Nei, það fer svolítið eftir hvernig keppni þróast, þú veist, við förum kannski á stað og segjum svo að, þú veist, og það hefur alveg gerst, þú veist, og maður hefur komist í burtu frá hópnum með kannski einhverjum einum öðrum hjólara. Já. Að þá þurfum við að vinna saman til þess að halda bilinu og ég vil stekka bili, þannig að þá erum við kannski allt í einu andstæðingar að vinna saman til þess að komast í burtu frá hópnum og lengja bili og þannig. Já. En svo náttúrulega bara þarf maður síðan að fara að hugsa um sjálfan sig þegar það er komið og og bara þú veist, og það fer rosalega eftir bara hvernig brautin er. Nei. Þú veist, fyrir mig er rosa gott að hafa brekkur. Já, þú ert sterk í því? Já. Ok. En ertu eitthvað að reyna að taka andstæðingin á taugum eða eitthvað, og það er bara svona, vá, djöfull er ég fersk, eða þú veist, eitthvað svona. Maður náttúrulega haga sér alltaf eins og maður sé ferskur. Já. Sjálfsögðu, það er alveg þannig. Þú veist, á taugum. Þú veist, svo er þetta líka náttúrulega bara svo lítið sport, þú veist, maður þekkist svo vel. Þú veist, ég get alveg eiginlega, þú veist, allar þessar stelpur sem maður er að keppa við, þú veist, maður er farin að þekkja, þú veist, maður veit hvernig það haga sér í keppnum og það er vita hvernig ég haga mér og það er vita í hverju ég er sterk og þið þekki sterkleika og veikleika. Já. Þannig að og þú veist, ég vil hafa keppnirnar á ákveðin hátt og því ég vil ekki enda sprett meðan að, þú veist, aðrar vilja rólega keppni að þær vilja bara hafa hópinn og fara í endarsprett, þannig að þetta er svona. Ég vissi nefnilega að þú verður ekki endarsprett manneskja og það kom ekki frá þér. Nei. Ég hef búin að heyra það frá öðrum. Þannig að ég geri allt og það vita það allir og þú veist, til þess að fara ekki endarsprett. Nei. Og þess vegna held ég rosalega mikið upp á seinasta Íslandsmeistaratitil því ég vann hann í endarsprett. Og en þá var ég líka bara hún að vinna vinnuna allan tíman. Ég var bara... Ég man eftir alveg, ég sá vídeo af því. Var það ekki bara WoW-inu líka eða? Það var einhvers... Nei, það var á Þingvöllum. Það var á Þingvöllum. Já, þannig að ég reyndi allan tíman að komast í burtu ein. Það gekk ekki. En ég hugsaði bara allan tíman, bara hver árás, bara tekur úr henni, bara önnur. Já, þannig að þið eru þá tvær. Við vorum bara tvær, og já. Og svo ertu alltaf svona aðeins að eitthvað, þú veist, já, til að bara, breyta. Já, en síðan reyni að því að við vorum ekkert að vinna saman. Nei. Þarna, þá ná tvær okkur til viðbótar, Kristínetta og Ágústa. Þær voru að vinna allan tíman saman af því það er ætluð að ná okkur. Meðan við vorum ekkert að vinna saman. Já. Hver hefði trúið allar þess að dramatík í hjólasportinu, sko? Já, það er þetta er, ég, það þarf smá dramatík í þetta. Þetta er þannig sport. En eru kallar og konur að hjóla saman? Yfirleitt ekki í götuhjóluröðum, nei. Nei. Það var þannig, sko. Það var þannig í bikarkeppnunum að það var verið að starta A-konum með B-köllum eða mastersköllum og það var rauninni bara út af smæðinni, þú veist, af því við vorum svo fáar. Það hefur ekki verið gert, það var gert núna daginn á móti af því að það voru svo fáar konur, við vorum eiginlega allar erlendis að keppa. Já. Ég er ekki hrifin að því. Nei. Ég er bara mjög á móti að starta með köllum, þetta bara breytir algjörlega okkar keppni að vera með kalla að inn í jöfnunni, sko. En gæti líka ekki einhver kall verið bara, heyrðu, hangi mér, þú veist, ég skal hjóla áfram og þegar þú ferðin í þess að draftið, þá ertu nálægt dekkinu fyrir fram að þig og þú finnur sko svona sókraft einhvern veginn, þú ert bara alveg að spara kannski 30% í miklu mótvind eða hliðavind og sérstaklega þú ert kannski eitthvað 2 eða 3 í röðin eða svona aðeins aftar, þá eru fleiri að skýla þér, sko. Já, það er bara svo margt, þú veist, og þetta er alveg flókið, þú veist, auðvitað ef það er að starta örfá konur, hundleiðilegt að hjóla 100 km leið, fáar en þetta breytir samt rosalega mikið leiknum, þú veist, og sjálfur í keppninni að því að það svo að vera að keppa náttúrulega sig bara flokknum. Já, einmitt.
að vera með kalla þarna. Þannig að já, ég er rosalega á móti þessu og ég held það vita það flestir sem eru í kringum mig í sportinu. En hérna, að vera í svona sko þvögu, því ég veit að þú hefur keppt svolítið erlendis og svona, að hérna, þú veist, að vera svona inni lokaður og þú veist, kannski lendum við ekki mikið í þessu hérna á Íslandi en kannski erlendis og maður sér, þú veist, eins og ég var bara að horfa á eitthvað ríli gær þar sem að einn dettur í miðri þvögu og það var bara eins og bara eftir eitthvað World War III eða eitthvað skilur, að bara lá allir þarna og bara, þú veist, bara komin úr búningunum og sárin og allt þetta, þú veist, hvernig á maður að haga sér? Sko þetta auðvitað það sem að kannski ástæðan fyrir því að við þurfum að vera duglega að fara erlendis að keppa til þess að bara æfa okkur í þessu. Að hérna, ég man þegar ég fór fyrsta skipti að keppa erlendis algjörlega í djúpulaugina á heimsmeistaramóti á hérna Ítalíu og þú veist, ég held bara að ég væri að fara taugaáfall. Guð. Þú veist, það voru bara allir í kringum mig og ég var bara föst. Og er maður ekki líka rekast í fólk? Jú, og þú veist, það er allir að berjast fyrir að komast og fyrir stöðu og þannig. Og hérna, en svo bara lærir maður þetta og maður venst þessu og hérna, og maður svona fer að skilja hvernig þvagan virkar og hérna, hvernig maður færi sér fram í hópnum og hvar maður vill vera og svoleiðis sko. Og hérna, og þetta er náttúrulega bara þjálfun. Líka. En þú veist, hvað er maður að hugsa, þú veist, þarna þú ert náttúrulega bara hjóla jafnhratt á hópurinn. Þetta er bara svolítið að halda línu. Þú veist, þú ert bara bara beint fyrir aftan einhvern annan. Þú ert bara að fylgja hópnum og hópurinn haga sér bara eftir götunni. Þú veist, maður sér bara, það er að koma að beygja, þú veist, og þá fara allir, þú veist, hópurinn bara, hann haga sér bara eins og gatan er. En svo sér maður í sko svona keppnum á, þú veist, Eurosport og eitthvað og þá er oft svona, hópurinn svona að færast til vinstri og til hægri og er það verið að reyna að hrista teilið af eða? Ekkert endilega, það getur einmitt verið bara hvernig beygjurnar liggja, vindurinn og svoleiðis sko. En þegar þú kannski einmitt ert að reyna að hrista einhvern af þér, þá reynir að fara svona til hliðar þannig að hann getur ekki stokkið beintið á dekki hjá þér í draftið. Já, því þá ert þú bara að vinna alla vinnuna fyrir alla aðra. Sko. Þannig að þá þarf aðalinn, þú veist, allavega að koma sér til þess að geta dottið í draftið, sko. En þegar maður er að keppa með einhverjum svona sem maður þekkir ekki, bara erlendis eða eitthvað, þú veist, er þið bara eitthvað svona, ok, let's make a chain, eða þú veist, gerir maður það eða þú veist, auðvitað er ekki alltaf sami maðurinn sem vil vera fremstur. Nei, sko, sumir svona erlendis bara fara aldrei fremst í keppnum. Það er oft bara sterkustu liðin eru þar og hérna það þú veist, er að stjórna keppninni og svona skiptast á og hérna, svo er svona þessar sem eru kannski eiga að vinna, þær eru þarna svona inn á milli. Þannig að hérna, þú veist, bara eins og ég var að keppa núna í Tékklandi, þú veist, ég var aldrei fremst. Nei. Þú veist, að maður vill halda sig samt framalega í hópnum. Það er auðveldar að vera þar. Það er svona minni, svona að vera að teyjast á hópnum og svoleiðis. Og þegar þú ert að keppa, þú veist, ert að fylgjast með tækinu, þú veist, vöttum og hjarslætti eða, þú veist, ertu bara eftir svolítið tilfinningu? Bara, þú veist, þú ert bara að fylgja hópnum. Þú veist, þú getur einhvern veginn aldrei. Þetta er svolítið svona ólíkt með til dæmis hlaupunum, ég er ekkert að fara að hjóla mitt hjól, þú veist, það er alltaf að ég skilur mig. Þú veist, ég bara mæti þarna á ráslínu og hérna, og maður bara gerir allt þess að halda í fremsta hóp eins lengi og maður getur. Og þá þarf þú bara að vera tilbúin hvenær sem er að hérna gefa í og allt þetta, þú veist, það er bara, Þetta er svona react sport kannski svolítið. Já, og þú veist ekkert, þú veist hvernig keppnin er að fara að þróast, eins og segi, þú veist, þú verður bara að þú reynir bara að svara öllu sem gerist og maður er oft bara, þú veist, með hálft gelið út úr sér að því að, þú veist, maður er bara, það er rólegt núna, ég tek gel og þá tekur einhver árós og þú ert bara með gelið upp í þér að, þú veist, reyna að þannig þetta er svona, maður veit aldrei út í hvað maður er að fara. En reynirðu að, þú veist, ofta til dæmis talað að hálftíma fresta að taka gel eða eitthvað svona skilur, ertu kannski með að pinga því tækinu eða? Nei, maður
já, þú veist, ég ger það rosalega eftir tilfinningu Já. og bara svona hvernig, þú veist, keppni þróast, þú veist, það er eiginlega ekki hægt í svona keppnum bara eitthvað, já, nú er hálftími best á þess að gera, þú veist, þá er bara eitthvað kannski bara að gerast í, Það er að koma að beygja. það er að koma að beygja eða það er að, þú veist, þannig að maður er svona, já, stundum að, þetta er svona, en maður reynir svona, já, að hafa þetta svona sirka Já, einmitt. og en Og þú veist, líka áður en maður bonkar. Já, Þú veist, maður þarf að læra en stundum hef ég alveg bara, þú veist, það er búið að vera svo crazy í upphafi og ég er ekki búin að ná að taka neitt gel og það er klukktími liðin og þú veist, þá bara tekið 3 gel í einu þegar það er rólegt. Já, einmitt. Já, bara hlaða. Bara hlaða, já, þannig að maður þarf svolítið að lesa bara í aðstæður. En keppnir heima, þú veist, er mikið, er nóg af keppnum heima? Sko það er alveg fullt af keppnum ef þú keppir í fleiri en einni keppnisgrein. Já. Þú veist, en ef ég ætlaði bara að vera í götuhjólreiðum, þú veist, þá fengi ég 3 mót. Er ekki flestir í öllu? Jú, það er kannski ekki í öllu, en Nei. svona í fleiri en einu og fleiri 2, jú, Já. sérstaklega, þú veist, þegar þú býrð á höfuðborgarsvæðinu, þú veist, Já. þá er ekkert mál að hoppa. Ég meina, ég er að koma ferð til Reykjavíkur til þess að keppa í TT-keppni sem er 22 kilometrar, sem manni finnst náttúrulega bara, þú veist, það er óslega stutt, sko. Já. Að Hvað ertu, 40 mínútur með þetta eða? já, þú veist, ekki einu sinni, eða þú Nei, veist, já, já. þannig að þú veist, það er alveg mjög stutt í hjólreiðum Einmitt. og þannig að þú veist, það er kannski erfitt eins og fyrir mig, þú veist, ég er ekki að koma í eins og kriteriummót, Nei. bara, þú veist, Það er líka, hring það er svona eftir hring eftir hring og þú veist, Já. það er hálftími. Já. En þá ertu að reyna að stinga bara, það byrja þetta á saman tíma eða ekki? Jú. Og svo ertu bara að reyna að stinga það. Já. Já. Og eins og segja, ég hef ekki verið að koma eins og fjallahjólamót, þannig að þú veist, það er alveg í júní og júlí er alveg slatti í boði, Já. ef þú keppir í fleiri en einni og jafnvel fleiri keppnisgreinum. Einmitt. Og og svo náttúrulega erum við líka, þú veist, með, þú veist, tvö svona malar hjólreiðamót, svona gravel. Gravel, Já. Og þá ertu á svona hjóli sem er eiginlega svona milli, götuhjóls og fjallahjóls. eða Já, ekki? og þetta svona lítur út eins og götuhjól, Já, nema, þú veist, að maður getur sett breiðari og grófari dekk. já. Ok, þú ætlar að keppa í svoleiðis líka. Já, ég er svona aðeins að prófa mig áfram þar. Ok, og það er allan að riftið. Já, það er riftið hérna og svo er Breiðablik með mót sem heitir Já, Grefillin. grefillin. Já, og svo er þeir með sem sérna Vestfjörðum með svona 4 daga. Og það byrja fyrst í fyrra eða ekki? Ég held að það hafi verið 3 sinnum. Ó. Þannig að, já, þannig að ég ætla, semst núna í júní er bara svona götuhjóla Já, season hjá mér og svo í júlí ætla ég semst að taka riftið og grefillin. nei, og Vestfjörðar. Vestfjarðar, Já, já. þannig ég ætla að taka það Já, grefillin, hann er í ágúst. Já, Einmitt. ágúst er ekki alveg, ég er ekki búin að negla hann niður. Nei, og svo er maður með börn en það er engin, en þú veist, ég bara veit ekki nein, almenningsmót. Sko þetta er allt líka almenningsmót. Það eru alltaf almenningsflokkar í sem bikar og Íslandsmótunum. Já. Út af því ég hef keppt í Kia, gullhring, Já. þannig kringum hver að gera Selfoss og eitthvað, mér fannst það mjög skemmtilegt og bara leiðilegt að það sé hægt og svo var það Akureyramótin, þannig alltaf meðan júlí eða Já, það var henni líka alltaf hluti að byggamóta rauðinni. Mér fannst það geðveikt Já. skemmtilegt, ég sakna þess. Já, En já, mér fannst einhvern veginn eins og bara, þú veist, allir, út af því ég var að hjóla með Breiðablik í nokkur ár og mér fannst bara allir fara bara norður. já, þetta var alveg bara svona, já, bara hjólreiða helgi, Já. bara ótrúlega skemmtilegt, en Já. þú veist, bæði svona, þú veist, þáttakan var alltaf að verða lélegri Já, og bara, þú veist, þetta er brjálu vinna einmitt. og fáar hendur að vinna öll verkin. Já, einmitt. En Bara svo, þetta svona þetta klassíska sem að við erum að díla við í íþróttum á Íslandi. Sko, en máli er samt að, út af því þegar kom COVID eitthvað, þú veist, og þá datt allt svolítið Já. niður og við fundum alveg bara, það var alveg sama í hverju var keppt, það var verri skráningi öllu. En sko, ég veit ekki betur og ég er að fylgjast með hlaupaheiminum, það er alveg bara ógeðslega mikil aukning í Já. skráningu í allt núna, þannig að nú er maður að hugsa, hefði kannski verið
aukning í hjóladótinu ef þetta hefði ekki dottið upp fyrir eða þú veist Akkurat, hvað maður veit aldrei, en Já. þú veist, okkur vantar svolítið svona eitthvað meira almenningsstót Já. til þess að fá almenning meira inn í sportið. Einmitt. Svolítið svona bara eins og Vái var náttúrulega að, Já, það kannski bara mesta Já, höggið. það Út af er því að mesta höggið. Þá fór fólk að taka, þú veist, æfa sig meira og Já. nota, já. já, þannig að Það var hérna, og geðveikt. þá voru hópar að mæti sem mót saman og svoleiðis sko. Já. Þannig að sækla þannig drap almenningshjólreiðar á Íslandi. Mögulega, já. Það er bara, já, Er það ekki? jú, Já. Ansans. Já. Herðu, en hérna, þið fóruð þarna til Tékklands, voruð ekki 5 stelpur? jú, Nennir að segja mig frá því, mér fannst alveg sturla gaman að fylgjast með því. já, það hérna, þetta var alveg smá svona spontant ferð. Svo við vorum svona Ok. búin að vera að horfa á móti í Eistlandi og hérna að fara þar, þá var bara, þú veist, 1 keppnisdagur Já. og ég er svona smá biluð, mér finnst einhvern veginn sóun að ferða að fara að keppa bara 1 dag, Já, ég bara skil það vel. þú veist, meðan að mörgum finnst það ekki, en svo sem stuttu við inn á þetta mót Mm. og þetta er svona UCI mót sem er það rauninni alþjóða hjólreiðasambandið rauninni þetta er undir því Já. og við förum þarna, já, 5 stelpur saman út að keppa og hérna og þetta var bara rosaleg upplifun, þú veist, það var gisting inn í Já, því einhver hermannaskóla eða eitthvað. þetta var engin hermannaskóli, Já. þetta var bara heimaðistaskóli og Heimavistarskóli, já. bara við greinilega bara búum og vel sko, þetta var Já. bara já, þú veist, ég hef bara aldrei upplifa annað eins Nei. dæmi sko, ég hef alveg gist á mörgum lélögum stöðum í mínum ferðum Já. og hélt bara að það var ekki hægt að fara eitthvað neðar sko, Nei. en þetta bara já og hérna, þú veist, við bara við bilumst þegar við ætlum að fara á klósetti þá þurftum maður semst að hafa pappirinn fyrir utan svo fórstu bara inn á klósetti og þú vera búin að Já. taka með pappir inn Einmitt. Bríet náttúrulega sýndi mjög vel frá þessu Já, á Instagram. já. Ég sá Og það, já, hérna- ég sá að þið voru alveg með lengjurnar Já. með ykkur. en hérna, þetta var bara ótrúlega góð reynsla, þetta voru semst 4 keppnisdagar, Já. byrjum semst að keppa í tímatöku Já. og hérna sem var hann að þetta var svona 20 mínútna TT-keppni Já. og hérna, eins og ég segi alltaf, þú veist, það er ekki neini flatir vegir þarna, þar sem við vorum. Nei, þetta var rosa grýtt. Þetta var bara rosa upp og niður og beigjur og alls konar Já. og hérna, þannig að það var dagur 1, svo voru 3 svona götuhjóla dagar Já. sem voru cirka frá svona 100 til 120 kilometrar Mm. og frá 1500 upp í 2200 metra hækkun, þetta var þetta er alveg frekar svona hilli Já. keppnir og við vorum ótrúlega óheppnum með veður. Ó, já, það var rigning. Það var og- bara crazy rigning og bara rigndi og það bara, vegirnir voru bara, eins og við svo vera á skautasöldi, Ég sko. ætla að segja að vera sleipir. Og maður nennir nú ekki, ef maður er að hafa fyrir því að fara til útlanda, þá vill maður nú bara fá gott veður, sko. Já, þú veist, það er alveg geggjað að vera ekki með sól og blíðu, sko, fyrir okkur Íslendingana, Já. en þetta var aðeins svo mikið fyrir minn skamt og, þú veist, ég hugsa þarna á degi 1 bara, þú veist, hvað ertu að gera hérna, 35 ára gömul með 2 börn heima og það eru allir á hausnum, sko. Einmitt. Og þetta voru svo, já, Voru mörg slís þarna, eða? það voru allavega bara rosa margar að fara út af Já. og hérna bara, þú veist, já, í þessari bleitu og þú veist, mikið af erfum svona niðurköflum, beigjum og svoleiðis, sko. Já. Bæði bara, þú veist, við eigum ekki svona brautir hérna á Íslandi Nei. og náttúrulega bara, þú veist, í svona hóp og svoleiðis, sko. Og þú veist, bara, þú veist, það voru ekki margar 30 og eitthvað ára að keppa hérna. Nei, einmitt. Þú veist, það er mikið svona ungar stelpur sem eru náttúrulega bara að reyna að sanna sig Já. í sportinu og bara ætla að gera vel og þá var bara allt lagt undir, sko. En þið voru 5, eða ekki? Jú. Hverjar voru með þér? Herru, þetta var semst ég og síðan stelpa að norðan sem heitir Sóley, Já. Elín Björg, Bríet, þær eru báðar í Tind og svo Kristínetta og hérna hún er í HFR, svona krakkin okkar. Krakkinu. Já, Já. eina sem er ekki Yfir 30. yfir 30 og svoleiðis, já. Og þið 5, hvað er þið mörg börn saman?
fullt af fötnum. Ekki. Örugglega meira en samtals allir aðrir í keppninni. kannski. Já, eitthvað svoleiðis sko og Já. en þetta bara heppnaðist ótrúlega vel og Kristín var óöpin, hún datt á degi 3 Já, og þetta semst þannig að þú þarft alltaf að klára daginn, já, þú veist, þú þarft að koma í mark og þú hefur svona cirka 12% auka tíma frá vinningstímanum til þess að koma þér í mark. Ef þú nær þessu tvennu ekki, þá ertu úr keppni. ok, þannig að þú ert kannski að hjóla og þú bara, þú veist, þér finnst þið bara ganga vel og Já. svo þegar þú kemur í mark þá bara, herri, þú ert úrleik. Já, ef þú ert semst 12% Já, lengur, Já. já, heldur en fyrsti keppandi. já, Já, og þú verður einmitt, sem segi, þó að það gerist eitthvað svona, þú veist, þú sprengir dekk eins og Sóley sprengdi dekk eða eins og Kristín, hún datt og gat ekki haldið áfram, nei, þá bara óopnar þið, þú veist, þið geti ekki startað á morgun. já, ok. Og en, þú veist, springi dekk, ekki, þú veist, ertu bara alveg búin að missa það ef þú ætlar að fara að skipta dekk, eða? Nei, í rauninni ekki, en þú veist, við vorum með eitt fylgdabíl Já. sem að fylgir alltaf fremsta keppanda. Já. Þannig að hann var bara rauninni komin á undan henni, því að hún var ekki, Þið eru ekki með grænar á ykkur þarna? Nei, Ekki þessu. ekki þessu, nei, maður er náttúrulega alltaf að reyna að vera ekki með of mikið á sér bara upp, þú veist, að vera ekki að þingja sig og bara, já. En fylgdaliðið, ræðum það eins. Já, Það voru ekki Íslendingar? nei, við það voru 2 danski strákar sem að við kynntumst öðru þeirra fyrir 3 árum, bara þegar við vorum að sækja mót erlendis eða semst í Danmörku og Svíþjóð Já. og bara hann hefur verið að aðstoða okkur senustu ár. Og í þessum mótum hjá UCI þá er bara skylda að vera með fylgdabíl og aðstofamann Ok. og þannig að við höfum samband við hann og hann bara ekkert mál, ég bara keyri frá Danmörku Ok. og var hann með okkur og bílstjórin sem er fylgdabíl, hann má aldrei gera neitt við hjólinn, hann má aldrei fara út úr bílnum. Hann má bara keyra. þú veist, hann er bara geymsla fyrir ykkur. Já, Já. hann má bara ok. keyra og hann má rétta semst næring út um gluggann. Já. Þannig að hann hefur samband við einhvern vin sinn sem er svona eins og kallast í hjólri heiminum svona mekki, svona viðgerðamaður eða þannig. Já. Og þannig að þeir bara koma þarna, taka sér bara frí í vinnunni og Ok. koma með okkur og þeir eru bara vanir þessu í Danmörku. Já. Þetta er svolítið bara svona hjólri heiminum þar, þú veist, það eru allir bara, þú veist, elska sportið það mikið, sko, finnst þetta bara gaman. Já. En æfiði, þú veist, hann er rétt ykkur næringu út, þú veist, æfiði það eða? þú veist, Nei, þetta, þú veist, við Þetta er flókið. notum þetta ekki mikið. Nei. Þú veist, bæði kannski bara, erum við óvanar þessu. Já. Og þá þarf maður alltaf, sem sagt, þú veist, ef ég hefði alltaf að fá mér næringu frá þeim, Já. þá þarf ég að reyna að fara úr hópnum Einmitt. og detta niður í minn liðsbíl. Og liðsbílinn er alltaf, sem sagt, í röð eftir getu. Já. Þú veist, þannig að það lið sem að var fyrst í svona Já. liðskeppninni í þessu móti, hann á fyrsta bíl og svo Þeir eru koll á kolli. rönkuð. Já, Já. þar er maður rankaður, þá þarf ég að fara allaleg þangað og sækja hana, þú veist, og þeir mega eitthvað koma upp bílaröðina, þú veist, þá réttir maður upp hönd og hann kemur eða það maður Já. sprengir eða eitthvað svona, sko, en svo þegar maður, þú veist, að koma sér aftur í Einmitt. hópin og þú veist, á svona mótum, þú veist, þá er maður bara survive, eða skilur, maður bara þarf alla orkuna sína bara í að vera í hópinu, þannig að maður er ekkert eitthvað að dingla sér fram og tilbaka, sko, Nei. nema bara eitthvað, já, En nú eru þið þá 5 stelpur stelpukonur Já. sem að eru í samkeppni hérna í Íslandi. Hvernig er allt í að vera bara, þú veist, saman og þú veist, vera vinkonur eða þykist vera Já. vinkonur eða hvað? já, það bara, þú veist, það gengur bara vel Já. og þú veist, við erum kannski ekki fullkomnar sem lið, Nei, af því að við erum bæði bara ekki vanar að vinna sem lið. einmitt. Þú veist, getan er líka kannski bara ólík, þú veist, við erum með ólíka reynslu, þú veist, fyrir sumar er bara að vera í hópnum og bara, þú veist, survive einhvern veginn að vera, Já. þú veist, það er kannski markmiðið hjá einhverjum, Einmitt, meðan aðrar eru kannski bara vanari því, finnst það minna mál og svona, þannig að, þú veist, við erum ekki alveg að, þú veist, svona á Nei. svipuðum stað, Nei, en skiljanlega. en þetta er allt reynsla í bankan og og bara með tímanum, þú veist, það verða alltaf fleiri og fleiri vanar Einmitt. og og það er svona alveg, þú veist, þó svo að ég sé
með brjála keppniskap og hérna, þú veist, er í þessu til þess að vinna, Já, þá finnst mér, hérna, er ég bara það invested í sporti að, þú veist, ég vill líka vinna þessa vinnu, þú veist, Já. vera að, hérna, koma með reynsluna og hérna, svolítið vinna þessa vegferð. því að sko hjólasportin á Íslandi er ungt, þú veist, á stórmóta mælikvarða, eða ekki? Jú, bara mjög, mjög ungt og hérna, það er ekkert langt síðan að við fórum að vera að senda fólk á stórmót Einmitt. og hérna og við þurfum bara að halda áfram að hérna safna í þessa reynslu, þú veist, og það er ekki bara reynslan að vera að keppa, þú veist, það er bara reynslan í að, þú veist, skipuleggja Já, og hérna bara, þú veist, hvað þurfum við já, á stórmóti og þetta er svo miklu flóknara heldur en bara, þú veist, að fara að spila fótboltaleik eða keppa á hlaupabraut, þú veist, við Einmitt. erum, þú veist, það er aldrei sama leið nei, einmitt. og leiðin er kannski 100 km löng og þú veist, konurnar er að keppa í þessari leið og kallarnir í hinni og það, þú veist, þarf að skoða þetta allt Einmitt, og þetta tekur bara fleiri en einn dag, einmitt. fleiri en 2 daga, þú veist, þetta er svo margt svona, þú veist, þannig að ég er aldrei að fara bara til útlanda, keppi hjólum í sömu brautinni. Nei. Ekki eins og ég þegar ég var í grindahlaupi, ég bara mætti þarna og ég veit að ég tek 15 skref, fyrstu 5 grindurnar Já. og Nei, alls ekki þannig. Og bara, þú veist, gott dæmi er bara þegar við vorum í Tékklandi og á hvaða stað Ísland er í, hérna, í þessu sporti er það að, þú veist, við vorum, með hann með okkur. Hann Já. kom reyndar aðeins seinna við, hann kom bara kvöldinu fyrir fyrsta keppnisdag. já, Við gistum eitthvað cirka svona, við erum svona 40 mínútur að hjóla, sem sagt þar sem að svona flestar keppnisdagarnir byrjuðu. Og þessi TT-braut var tæpir 13 kilometrar en hún var mjög teknilega fullt af beygjum og þú veist, þú ert þú veist, á hjólið, þú ert ekki með bremsurnar í stöðunni, þannig að þú Nei. ert að vita alveg, þú veist, hvar ætla ég að vera í stöðu, hvar þarf ég að fara úr stöðunni, já, þú veist, hvar þarf ég að geta náði bremsur og allt þetta. einmitt. En þú veist, við náðum eiginlega bara hjóla hringinn einu sinni, þú veist, að því vorum að fara að keppa daginn eftir á 4 daga, þannig að Já. það tók okkur 40 mínútur að komast á keppnistað hjólandi, hjóla svo brautina og svo aftur heim og það var samt 3 tíma Einmitt. dagur á hjólinu, Já, meðan að þú veist, stelpunnar sem voru þarna með heilt fylgdalið, þú veist, það er maður bara skuttla þanga, þar hjóluðu 4 hringi í brautinni einmitt. og svo bara á bílnum tilbaka Já. og hérna, Já, það eru svona alls konar það er alls konar svona minni atriði sem að við erum svolítið að kljást við í sportinu. Já. Og hérna, jú, þú veist, við hefðum geta leikt okkur einhvern hérna svona lítinn sendibíl til þess að setja hjólinn inn í og allt það, en þú veist, eins og bara í þessari ferð, þú veist, við erum að borga, þú veist, við erum að keppa þarna sem landslið, en við erum að borga hver einustu krónu sjálf, Já, plús það að við erum að halda uppi 2 starfsmönnum í Einmitt. gistingu og fæði já, og hérna, þetta bara, þú veist, ferðin hefði bara verið of dýr. Já. En þetta er svona smá raunveruleikin fyrir hjólreiðafólk á Íslandi. ok, einmitt. Þetta er, já, raunveruleikin í íslensku íþróttalífi er oft bara svolítið súr, sko. Já, En hvernig er svona, hver er, hvað ég að segja, svona afreksaldurinn? Þú veist, þú ert 35 ára já, og þú veist, þegar ég hugsa sporti, þú veist, þá hugsa maður alltaf að það sé eldri hjólarar í þessu, en það er kannski bara hérna á Íslandi, en sko, það er alveg bara í sportinu allstar, þú veist, þú getur alveg verið svolítið gamall, Já. þú veist, til svona, þú veist, þú getur alltaf hjólað eiginlega. já, já, Og hérna og þú veist það er samt kannski ekki á mörgum stöðum þar sem að allir svona topp hjólararnir eru 30 eitthvað. einmitt. Þetta er aðeins að breytast á Íslandi núna. Já, er ekki að koma Við erum að ágætlega fá, sterk jú, við erum að fá kynslóð? mjög bara sterka hjólara sem eru þá hérna 20 og eitthvað. Það er einhver hópur núna til, þau eru í svona fjólblám búningum. Já, það er HFR og Já. það félag er svona með bara ætli ég segi bara, þú veist, ég veit ekki hvort að segja eina svona barna og úlingastarfi í götuhjólreiðum. Ok, Þú veist, það er náttúrulega önnur félag með fyrir fjallahjólin já, einmitt. og hérna og þau eru að vinna rosa flotta vinnu og eru að með svona hérna unga einstaklinga sem Já. eru að fara erlendis að keppa og hérna
og bara vinna ótrúlega flott starf og þú veist, ég hef fengið að fara í fullta ferðum með þeim, Já, bara fá að tróða mig með og bara til þess að það er ekkert mál. aldrei neitt mál og hérna það eru bara foreldrar sem eru yfirleitt svona að græja og gera og koma jafnvel með sem farastjórar Já, og hérna og bara já, ótrúlega hérna skemmtilegur hópur og hérna gaman að fá að einmitt tróða sér með í það og þetta er svona, þetta er bara auðvelda manni, þú veist að vera Já. ekki einn að ferðast, einn að græða bíl, gistingu, það er miklu dýrara, þannig að þú veist Já. að vera hluti af svona hóp, náttúrulega bara gerir þetta ok. einfaldara. Og eru foreldrar þá svolítið að svona halda þessu allan að yngra starfi uppi með sjálfbóðvinnu eða? Já, Já. þetta eru svolítið bara foreldrarnir að hérna Halda börnunum sínum í íþróttum? halda börnunum sínum í íþróttum og bara og hérna hjóla samfélagið ótrúlega heppi bara þessir foreldrar einmitt sjá bara hag í því að við séum fleiri Já, og hérna við, þú veist það er ekki bara ég sem hefur fengið að nei. tróða mig með, það er líka bara aðra stelpur. En er það ekki líka bara út af því að þú veist, þú vilt keppa svolítið til þess að hérna, þú veist, það er ekkert gaman að vera bestur ef enginn er með. Bara alls ekki. Það er hundleiðinlegt. Það er hundleiðilegt, Já. þú veist við bara maður bara fagnar hver einustu konu, Já, stelpu já. sem að kemur í sportið og hérna og þú veist, svo er það náttúrulega bara þegar við erum á þessum aldri, þú veist, það eru konur að detta út að eiga börn og það eru að koma aftur inn og svona, Já. þannig að þetta er alveg Eru margir efnilegir að koma upp? já, það er alveg nokkrir svona sem eru hérna, Svona sem er að byrja ung, ekki bara einhverja gamla handboltakempur eða eitthvað svona þannig. við erum kannski ekki með rosalega ekki marga þar Nei. og það er líka bara aðstæðan. Já, Þú veist, ég menna það er ekkert spennandi að æfa kannski hjólreiðar á Íslandi, þú veist, nei. á einhverjum hjólum inni mest allan veturinn. Nema félagslífið sé gott. Þegar félagslífið sé Já, gott já. og hérna en við svona, þú veist, ég held að fjallahjólreiðarnar grípi svona ungu krakkana Já, og þau byrja þar, þú veist, það er miklu skemmtilega að vera einhvers staðar í einhverjum brautum, í einhverjum leiðum og svoleiðis, svo bara vonandi skilaðu sér já, yfir í götuhjólreiðar, Einmitt. svona þegar þau eru næðis eldri já, og líka bara, þú veist, þú ert ekki að fara með ungbörn bara út í umferðina, nei, fyrir utan þú það, veist, já, það sjálfsagt. er, nei, þú veist, við höfum ekkert kannski einhverjar brjálæðar aðstæður í þessar æfingar. Nei. Og hvað er svo framöndan hjá þér núna? Núna er bara byrjun júní. Já, það er bara, já, júní svolítið er ég bara að fókusa á Íslandsmóti í götuhjólreiðum og tímatöku sem er í lok mánaðarins. Já, Ég var náttúrulega að koma heim, nýlega komin heim úr 2 vikna keppnisferð, byrjaði að fara til Skotlands að keppa í gravel. já, Kom svo bara heim, var hérna 1 dag í Reykjavík, skipt hjól og fór þá til Tékklands og var það náttúrulega í viku. já, Þannig að svo bara eftir svona, þú veist, þá þarf maður eiginlega eina viku í bara jafna sig og svoleiðis já, og hérna, já, svo bara núna er allir fókusin á Íslandsmótin. einmitt. Það er svona stæðstu markmiðin hérna á Íslandi, sko. Já, Og hérna, svo verður júlí svona gravel einmitt, tímabil. mánuður hjá mér, já, riftið og hérna vestferðirnir. Svo er bara svona, já, ágúst og september er svona aðeins óskrifa blað. Já. Svona bara aðeins eftir hvernig þessir 2 mánuðir fara. Ég hef komið svona, já, einhver verkefni. Ertu að fara eitthvað meira út eða? Það er einu bara allt erlendis eftir Júlí? eftir júlí, sko. Þannig að það var bara svona pínu að sjá bara bæði, þú veist, hvað get ég farið mikið út? Já, Bara hvað hef ég mikið pening í það? einmitt. Hvernig raðast mótin og svoleiðis. Já, Svo er svona tilkynnt eftir Íslandsmótin hverju fara á stórmót. Það er EM og HM. sem eru þá næsta ári. Nei, sem er núna. Já, það er eftir EM og HM núna. Já, það er í september. Og það er alltaf eftir Íslandsmótin. Þá er tilkynnt hverju fara þar. Og það verður bæði farið á HM og EM. En þú veist, Það eru margir sem fara. það er rosalega mismunandi. Það Já. er bara eftir hvað við fáum mörg sæti. Já, ok, Það það er er svona- útlitað. Já, og það Jesús, þetta er eins og bara eitthvað crossword puzzle. sko. Já, þetta er alveg hérna og það fyrir líka eins eftir hvað stóru þjóðurnar senda marga, þú veist, ef að þeir nýta ekki öll spottin sín, þá Já. er ofta þessi litlu lönd sem fá þá fleiri
og það er oft bara vita náttúrulega stuttu fyrir Ok. og já, þannig að þú veist, það er svona gefið út já, rétt eftir Íslandsmótin en þú veist, það fyrir náttúrulega líka ég meina bara, þetta þú þarft að vera þá í burtu í 3 vikur eða eitthvað Já. og frá vinnu og fjölskyldu og Einmitt. og við borgum stóran hluta af þessu sjálf. Ok, það samt einhver hvað styrktaraðilar eða bara hjólreiðasambandi. Hjólreiðasambandi eitthvað niðurgreiðir Já. en það hefur ekkert verið eitthvað mikið sko. Nei. Þannig að maður þarf svona aðeins bara að sjá hvað maður getur verið, já, og bara hvað eru mörg sæti og hver fær boðið. Já. En ok, svona kannski lokaspurningin er fyrir fólk sem að langar að fara að komast inn í hjólaheimin. Já. Þarf ég að kaupa 1.000.000 króna hjól eða alls ekki. Fara ég að byrja í þessu? Alls ekki. Þú þarfst bara að hafa hjól, þú veist, og rosa gott að finna sér einhvern klúbb. Já, þú veist, það er allan að Breiðablik, er ekki Bjartur í Hafnarfirði og svo Tindur og HFR og já, þannig að það er alveg, þú veist, Víkingar og það er alveg fullt af félögum og náttúrulega veturnar eru öll þessi félög með innihjólaæfingar og þú veist, það er mjög einfalt, þú veist, þá þarfstu rauninni bara eiga íþróttaföt og útihjóli þú þarft ekki að eiga, þú veist, mitt fyrsta hjól kostaði 90.000 krónur og ég hjólaði bara rosalega mikið og lengi á því og keypti á því og eins bara, þú veist, þegar maður er að byrja þá er bara það algjörlega nóg. Og svo skóna sem maður festi sig í og svona fyrstu hjólatúrarnir þá er maður smá dett á rauðljósum ég sé alltaf að rosa fínt að byrja að æfa sig bara á þeim inni þú veist, það ertu svona, þetta komið smá svona inn í kerfið að losa sig og það allt, en það er bara, það fylgir því að detta. Já, það fylgir því. Já. En ég held kannski fyrir maður að segja þetta gott, ég ætla að hvetja hlustendur til þess að fara á Instagram og skelli follow, er það ekki bara Hafdís Sig? Jú. Á Instagram og gaman að sjá svona bakvið tjöldin og því þú ert alveg duglega að sína og bölva inni æfingunum í snjónum í júní. Já, þetta er alveg, þú veist, þó ég sé mjög öguð í innihjólaæfingum og fólk alveg bara skilur ekki hvað ég get eftir mikið inni. Nei. En það er svona flesti sem hafa aldrei búið fyrir norðan. Einmitt. En það er bara hausinn, þú veist, þarna, maður er ekki með kveikt á þessu í júní. Nei, þá maður búin að slökkva á þessum takka sko. Já. En ég hjóla rosa marga klukkutíma inni á ári, þannig að Sælir. Nei. Þetta er veisla, en bara takk hérlega fyrir komuna. Já, bara takk fyrir að fá mig. Og við þökkum Nutrileng fyrir samstarfið og Lemon og Útilíf, Hafið fiskverslun og bara takk fyrir komuna og gangið er ótrúlega vel. Takk fyrir. Takk fyrir að hlusta og gangið vel að elta þín markmið. Klefinn með Silju Úlfars.